Meina, ef við bara hugsum þetta hér, ef Kristrún Frostadóttir færin bara niður í miðbæ og ætla að fara að þjóðnýta hérna allan Laugaveginn og segja bara, ég tek þetta, hvers konar áhrif myndi það koma til með hafa? Allar lundabúðarnar, myndi alveg hleypa þeim. Það mætti alveg þjóðnýta þær, sko. Það mætti reyndar þjóðnýta þær. En fattar hvað ég meina? En þú veist, þú ert alltaf svolítið að segja bara sósíalismi bara by definition getur ekki virkað og svo verið það svolítið að finna út söguskýringuna til eða þú veist, að gefa sér okkur fórsendu og fór svo sko söguna skiluru þá, Nei, ég skil alveg rök eða þessi skil alveg hvað það fara sko. Ég er bara að reyna að para þetta svolítið við bara okkar viðbragð við því ef að einhver kemi hérna og ætlaði bara segja svo bara eins og út af því að það vinsæll dag einhver ætlaði bara þjóðnýta sjávarútveginn bara Þorsteinn Mára myndi bara allir vera peppaðir yfir því að hann yrði hérna tómataður bara hérna á Arnarhóli og við myndum öll hlæja því og það allir var að gefa þetta peppaðir. En sko ég menna bara, tökum þetta bara. Þú veist, auðlindin í Nóri er olía. Þeir fara bara út og bora á sækjana. Það bara strax frá upphafi bara eins og Landsvirkjun væri með útgerðir. Eða þú veist, það er ekkert langt að sækja bara, þú veist, sósíalískar, bara hryllilegar þjóðnýtingar hugmyndir sem að bara allir á Íslandi eru sammála þessu bara miklu betri. Að orkan okkur sé Landsvirkjun, að olían fyrir Normun sé Statoil, just throwing it out there, skilurðu. Það er sátt þetta, skilurðu. En það er ekki sátt ef að Kristrún Frostadóttir myndir labba niður Laugaveginum bara bendi allar áttir, ég er líka alveg sammála því. En af hverju ekki? Ég meina ef að Hvar er línan? Ef þessi sósíalíski draumur okkar er þannig úr garði gerður að það er betra að ríkið reki hlutina heldur en ekki. Ég er með línu í mínum huga. Línan er hérna auðlindir, fjármálakerfi, orkukerfi og stórpartur húsnæðiskerfinu. Þú veist, allt hitt bara veitingastaður, bakarinn, hann er bara frumkvöðl, skilurðu. Og fullt af einhverjum hugbúnaðarfyrirtækjum og hugvitsgeirið eins og þetta kallaði okkur bara ótrúlega stórpartur af hagkerfinu væri ennþá bara inn í myndi vera með markaðsbúskap og hérna útflutning og innflutning og bara allt eins og skilurðu. Grunnstöðunar, hittis einhverju samfélagsskipulagi hérna. Ég er alveg með línu þetta, þannig að þetta er ekki allt eða ekkert, sko. Hvað segir háskólamaðurinn um þetta? Já, ég held að þetta sé ekki alveg svona svartklítt sko, því að ég held að við sko horfum á valdatíð Maduro sérstaklega. Þá getum við sko sagt að sósíalismin sem var iðkaður í Venezuela sko sé að mörgu leyti sko eins og versta skrumskæling af sósíalisma eða bara vinstri yfir höfuð sem við fengi frá hægri manni. Það er svona eins og það sé að reyna að prófa allar vondu hugmyndinar sem að hægrið sakar vinstriðum. Þegar við horfum til Noreg sem er, þú veist, sósíaldemokratist ríki í grunninn en þú veist, hérna er markaðsríki og þeirra nálgunar nýta hann olíusjóð sko, þeir samnum upp. Hann er raun og veru varaforðum þeirra og tóku þá skynsamlega ákvörðun að hella ekki bara beint út í efnahagslífið þegar það geta allir orðið rosalega ríkir í smá tíma og svo myndi allt fara til andskotans. Ef við horfum til Kína til dæmis, þá eru Kínverjar að sko hafa gefið töluvert svigrúm fyrir einkaeign og frelsi í atvinnulífi en það sko rammast allt inn af atvinnu og efnahagsáætlunum kínverska ríkisins. Kínverska ríkið sko setur tónin. Þannig að þú getur orðið ansi ríkur sem atvinnamaður í Kína en þú verður að dansa eftir leikreglum, þú verður að vinna í þágu markmiða heildarinnar. Þannig að sko, og það er kannski þar sem að hérna, við erum ekki að horfa neitt Venezuela dæmi þar sko, það var náttúrulega á tímum Más, þá var margt svona Venezuela-legt, landbúnaðurinn laður í rúst og málmforði þjóðarinnar eyðilaður með því að bræða ótrúlegustu hluti saman og svona, en sem sagt í dag þá erum við að horfa á allt öðruvísi sko nálgun og ég held kannski ef við myndum segja að það væri stóri munur til þess á kínverskum kapitalisma og sem bara vestrænum kapitalisma, þá liggur þetta aldrei í því að hvar valdið liggur í sambandi sko ríkis og fjársterku aðilana á markaði og til dæmis bara svo í Kína sko þar fá sko minni atvinnurekendur gríða og sjálfstæðir atvinnurekendur gríða mikið frelsi til þess að sko þú getur verið með sett upp hérna eitthvað skonar götu matarbás fyrir fram á veitingastað og það myndi ekki líðast á Vesturlöndum. Þú verður að koma tróðar inn í þeirra svæði, ógna þeirra viðskipta hagsmunum veitingastaðarins sem er svona formlegt batteri en sem sagt í Kína þá gefur meira svigrúm fyrir þessum hlutum bara að því að það er stór hluti þjóðarinnar lifir af á þennan hátt og bara stóru aðlunum verður bara að díla.